16:59. Má byrja? 539. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12, 7. mars 2018 klukkan 5. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristján Jóhannsson, Alexander Ragnarsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Elírós Bjarnadóttir. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins og þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 22. febrúar og 1. mars, fundargerð velferðarráðs frá 22. febrúar 2018, fundargerð fræðsluráðs frá 23. febrúar 2018, fundargerð barnaverndarnefndar frá 27. febrúar 2018, lögreglusamþykkt sveitarfélag á Suðurnesjum, seinni umræða og húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar fyrri umræða. Það var það fyrsta mál á dagskrá og það eru fundargerðir bæjarráðs síðan 22. febrúar og 1. mars 2018. Orðið laust. Böðvar Jónsson hefur beðið að taka til máls. Gjör svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er að taka hér til máls undir 7. lið í fundargerð bæjarráðs og nr. 1162 sem er hluthafafundir HS Veitna ákvörðun bæjarráðs að heimila sölu á eigin bréfum sem hefur viðgengist en ástæðan fyrir ég að taka þetta upp hér er svo að við höfum nýverið samþykkt aðlögunaráætlun sveitarfélagsins þar sem gert er ráð fyrir því að HS Veitur kaup ekki eigin bréf og þetta var ekki gegnum eigin fjárreikninga heldur greiði HS Veitur út arð og komi þá inn sem tekjur í gegnum tekjuhlið rekstrarreiknings sveitarfélagsins. Ég geri mér alveg grein fyrir því að með þeirri aðferð þá er sveitarfélagið í heild sinni aðeins minni tekjur heldur en það fær með því að kaupa eigin bréf þar sem við þurfum ekki ennþá að greiða skatta af söluhagnaðinum eða sölunni. En það breytir því ekki að þegar við vorum að ganga frá aðlögunaráætlunni þá rædduðu við þetta sérstaklega. Og töluðum við sérstaklega þetta með hvaða hætti við myndum ganga frá þessu máli og niðurstaðan varð svo að við myndum taka þetta í gegnum tekjuhliðina vegna þess að það hefði áhrif á skuldaviðmið og myndi skipta okkur máli. En núna virðist vera að hálfu meirihlutans og skipta engu máli að fylgja eftir þessari aðlögunaráætlun. Og mér langar aðeins forseti að nefna þetta í samhengi við annað mál sem við vorum að ræða hér í síðasta mánuði. Þá vorum við nefnilega að ræða fasteignagjöld í sveitarfélaginu og álagningu fasteignagjalda. Og við höfðum sagt að þegar álagningi lægi fyrir þá myndum við fara yfir það hvaða tekjum fasteignaskattar og önnur tengd gjöld myndu skila sveitarfélaginu til þess að skoða það hvort við gætum hugsanlega lækkað álagningaprósentuna.
Og ég kallaði eftir þessum upplýsingum í fyrirspurn til bæjarstjóra og málið var tekið inn í bæjarráð þar sem kom í ljós að fasteignaskattar og aðrar skyldar tekjur voru að skila sveitarfélaginu óbreyttu 1660 milljónum en ekki 1550 milljónum eins og gert hafi verið ráð fyrir í aðlögunaráætlun. Og þegar við ræddum þetta í bæjarráði, hvort ekki væri eðlilegt að lækka þá skattprósentuna, þá voru menn sammála því að gera það, en þó aðeins að litlu marki. Mjög litlu marki, ekki einu sinni lækkun sem jafnaði þessar 110 milljónir út. Og af hverju voru menn ekki tilbúnir að ganga lengra? Það var vegna þess að við yrðum að ná þeim tekjum inn sem gert var ráð fyrir í aðlögunaráætlun. Og menn vildu hafa borð fyrir báru, svo við færum nú örugglega ekki niður fyrir upphæðina sem að gert ráð fyrir í aðlögunaráætlun. Og hvaða áhrif hefur þetta okkur? Þetta hefur þau áhrif að við erum að fá fréttir eins og ASÍ var að birta fyrir helgi. Það sem að Reykjanesbær langefstur og langhæstur í innheimtu fasteignaskatta. Af 15 stærstu sveitarfélögum landsins, skipt niður á hverfi, Keflavíkurhverfið og Njarðvíkurhverfið nánast undantekningarlaust í 2 efstu sveitunum þegar horft á gjöld í fasteignaskattum. Og þetta ekki eftirsótt sæti að vera í, þó þau séu númer 1 og 2. Þannig að ég skil í raun ekki hvernig menn geta svo núna tekið þá ákvörðun eins og hendi væri veifað. Og við gerðum þessa athugasemdir við það og bentum fulltrúum meirihlutans á það á stjórnarfundi HS Veitna og það var gert líka í bæjarráði að þarna væri verið að fara aðra leiðir heldur en aðlögunaráætlun gerði ráð fyrir. En núna skiptir engu máli að fylgja aðlögunaráætlunni þó að þarna séu 200 milljónir að fara út úr tekjuhlið áætlunarinnar sem að mun þá hækka skuldaviðmiðið sem því nemur. Það hafi ekki fleiri óskað eftir því að taka til máls fundargerðina eða fundargerðirnar. Það var annað mál á dagskrá en það fundargerð velferðarráðs. Já, þessi samþykkja fundargerðirnar. Fundargerðin samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. 10 greiddum atkvæðum. Það var annað mál á dagskrá. Það fundargerð velferðarráðs frá 22. febrúar 2018. Friðjón Einarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjör svo vel. Forseti, mér langar að koma hérna upp undir lið 3, drögum og breytingum og reglum fjárhagsaðstoð. En þarna eru afsakið fasti aðeins. Hér að ræða breytingar á reglum fjárhagsaðstoð vegna breytingar á tryggingalöggjöf. En þessar breytingar fela í sér að upphæð heimilisuppbótar örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega Tryggingastofnunar ríkisins verði aftengd útreikningi á fjárhagsaðstoð til þeirra einstaklinga sem ekki bera kostnað vegna húsnæðis eða deila húsnæði með öðrum. Þessi stað verður greitt hlutfall að fjárhagsaðstoðar. Þetta breyting sem gerð vegna breyting eins og fyrir sagt á tryggingalöggjöf og vegna þess að þessi nýja breyting hafði áhrif á misskiptingu en þessi breyting hefur ekki för með sér nein áhrif á fjárhagsáætlun og þessi breyting rúmast þar innan. Vildi bara það komið fram hérna. Takk. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerð velferðarráðs. Fundargerðin samþykkt með Kristján, með 11 greiddum atkvæðum.
Þá er það 3. mál á dagskrá en það er fundargerð fræðsluráðs frá 22. febrúar 2018 og það er Alexander, hann hefur óskað eftir því að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætlaði aðeins bara að koma hérna undir lið 2. Það eru sumarlokanir leikskóla og sumarlokanir verða með sama hætti í sumar og voru í fyrra sumar. En Ingibjörg Guðjónsdóttir fulltrúi leikskólastjóra kynnti fyrir okkur þær hugmyndir sem að leikskólastjórar hafa í raun fyrir sumarlokanir 2019 sem að væru þá að allir skólarnir myndu loka á sama tíma. Og ég taldi svona kannski bara rétt að kasta þessu svona fram þannig að menn vissu þá af þessari hugmynd og teldi nú rétt að þær eru þá skoðaðar í hausti að kannski ekki allir á sama máli þar. Og svo kannski að nefna hérna í lið 4 fræðsla á vegum fræðslusviðs Reykjanesbæjar. Þar voru kynntar sú fræðsla sem í boði fyrir grunnskólakennara og stjórnendur á beggja skólastiga. Og kemur það í ljós að það töluvert mikið sem í boði þar. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir fundargerð fræðsluráðs en þá er það 4. mál á dagskrá. Já, þeir sem samþykkja fundargerðina. Fundargerðin er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Þá er það 4. mál á dagskrá og það er fundargerð barnaverndarnefndar frá 27. febrúar. Orðið er laust. Kristinn Þ. Jakobsson, gjörðu svo vel. Forseti og gætu bæjarfulltrúar og gestir. Á gátt barnaverndarnefndar er hérna skýrsla yfir störf barnaverndarnefndar á árinu og eiginlega síðustu 2 ára. Hún er það viðamikil og mér finnst það, hún er með það miklar upplýsingar að ég óska eftir því að þessi skýrslu verði tekin fyrir í bæjarráð og við fáum þá framkvæmdastjóra eða sviðsstjóra barnaverndar til þess að fara aðeins yfir málið í bæjarráði. Bara til þess að ræða þessar upplýsingar. Þetta eru mjög miklar tölur og ítarlegar og það vakna fullt hellingur af spurningum í þessu máli og mér langar og ég óska eftir því bara að það verði tekið inn í bæjarráð eða bara skýrslunni verði vísað inn í bæjarráð til umræðu. Mér finnst það getur vel verið að hún hafi, og ég vona það að hún hafi hlotið einhverju umræðu í barnaverndarnefnd, en hún þarf meiri umræðu í bæjarráði. Það eru þeir sem samþykkja þá tillögu Kristins að annað mál á dagskrá á fundargerð barnaverndarnefndar verði tekin fyrir í bæjarráði, eru beinir með rétt upp hendi. Það er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. En þá er fundargerð barnaverndarnefndar lögð fram. 5. mál á dagskrá er lögreglusamþykkt sveitarfélag á Suðurnesjum. Hún er lögð fram til seinni umræðu. Orðið er laust. Það hefur engin óskað eftir því að taka til máls þeir sem samþykkja fundargerðina.
Já, lögreglu samþyktina. Hún er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Næsta mál á dagskrá, 7. mál, það er húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar, fyrri umræða. Orðið er laust. Friðjón Einarsson, gjör svo vel. Fundarstjóri, forseti, frú forseti, ágætu gestur og bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram til fyrir umræðu húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar sem unnið hefur verið að síðustu mánuði. En í þessum hópi sem hefur komið að gera þessar áætlunar eru starfsmenn Gunnar Ottosson og Ásmund Jónsson og Pálmar Guðmundsson og síðan sérstaklega skipaðir Böðvar Jónsson, sá sem hér stendur, Friðjón Einarsson og Andri Örn Víðisson. Þessi áætlun sem er lögð hérna fram til fyrir umræðu er viðamikil og það liggur á baku þetta liggur mikil vinna og ég hvet ykkur ágætu bæjarfulltrúar að lesa vel þessi áætlun en mér langar svona aðeins að stikla stóru. En með lögum húsnæðismál nr. 44 frá 1998 er sveitarfélögum gert að gera áætlanir fyrir sveitarfélögum þörf á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. Með breyttu hlutverki Íbúðalánasjóðs hefur sjóðurinn unnið að því í samstarfi við sveitarfélögin í landinu að húsnæðisáætlanir séu formlegar og skýrt fram settar. Hefur sjóðurinn lagt áherslu á að hvert sveitarfélag hafi skriflega húsnæðisáætlun annars vegar til næstu 4 ára og hins vegar til næstu 8 ára. Var að því stefnt að flest sveitarfélög hefðu sett fram skriflega skýrslu í húsnæðismálum fyrir árslok 2017. Markmiðið með húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar er jafnframt að draga fram mynd af stöðu húsnæðismála í sveitarfélaginu og fjallum það hvernig mæta megi húsnæðisþörf íbúa til framtíðar. Í takt við leiðbeiningar Íbúðalánasjóðs er einkum horft til þess hver áætluð þörf verði annars vegar árið 2021 og hins vegar árið 2025. En einnig er horft til gildistíma núverandi aðalskipulags Reykjanesbæjar sem er til ársins 2030. Húsnæðisstefna Reykjanesbæjar stuðlar að því að íbúar sveitarfélagsins hafi öruggt húsnæði hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Stefna nær þannig utan húsnæðisþarfir allra íbúa, óháð stöðu, eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Huga þarf að fjölbreytni framboðs húsnæðis og að íbúar geti annað hvort eignast eða leigt húsnæði eftir þörfum. Eins og fram hefur komið að þá hefur fjölgun íbúa undanfarin 2 ár verið umfram fyrir spár. Skýrist þetta meðal annars af mikilli uppbyggingu flugtengdrar starfsemi, háu fasteignaverði á höfuðborgarsvæðinu og aukinni tiltrú á lánastofnana á svæðinu. Jafnframt hefur töluverður fjöldi hálfkláraða íbúða verið til taks sem hægt hefur verið að standsetja á tiltölulega skömmum tíma. Umhverfi húsnæðismála hefur breyst með tilkomu laga almennar íbúðir og er lagt til að Reykjanesbær fylgi þeirri stefnu sem mörkuð var með lögunum. Í því felst að stuðla að uppbyggingu íbúða í sveitarfélaginu með því að veita stofnframlög til húsnæðis sjálfseignarstofnana sem leggja áherslu á eignir sem skortur er á. Reglur stofnframlög voru samþykktar í bæjarstjórn 15. nóvember 2016. Ég vil kannski sérstaklega nú tækifærið og þakka þessari nefnd sem hefur unnið að þessu og sérstaklega vil ég þakka bæjarfulltrúa Böðvar Jónssoni en án vafa á hann mest í þessari skýrslu og þakka honum sérstaklega fyrir góða vinnu. En þessi skýrsla þá lögð þér fram til umræðu og við leggjum síðan til að henni verið vísað til næsta bæjarstjórnarfundar sem er 20. mars. Takk. Kristinn Þ. Jakobsson, gjör svo vel. Virðulegi forseti, þegar ég las þessa stefnu þá í fyrsta sinni að þá hélt ég að þetta hefði verið samið af embættismanni. Þannig að það er sára lítil pólitík í þessu. Og ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúi Böðvar sé sammála þessu en kannski tekur hann þetta til sín, hann er að hætta og er kannski að verða embættismaður. En mér finnst allan brott vanta í þessa stefnu.
það er talað svona um hvernig staðan er og svona hvernig svona, jú, það er reynt að spá í hver þörfin verður, en það er ekkert spáð í, hvaða hverfi hvað ætlum við að byggja næstu hverfi. Ég sakna þess í þessari spá. Það vantar, við ætlum að byggja í sunnanverðu Reykjanesbraut eða upp í Ásbrú, þéttbýli í Ásbrú, þéttbýli í Keflavík, Njarðvík. Það vantar það. Og mér finnst það vera kannski pínu pólitík í því að segja við ætlum að byggja hér og ekki þarna eða þarna, við ætlum að byggja þessa tegund hér í þessu hverfi og aðra tegund í öðru hverfi. Erum við bara að hugsa einbýlishús eða fjölbýlishús eða það er reynt að kasta einhverjum tölum á þetta en það er ekki nógu mikill broddur í og mér finnst það vanta. Það kemur hérna í aðgerðir og tillögur hlutfall íbúða fyrir fatlaða er lágt í sveitarfélaginu. Mikilvægt er að stuðla verði sérstaklega við byggingu íbúða fyrir fatlaða sem þarfnast umönnun allan sólarhringinn ásamt aðstöðu. Þetta er kannski pínu pólitík líka. Og hérna kemur eitt svona í samræmi með forseta, í samræmi við íbúðaspá þar Reykjanes bara hvetja til og stuðla að því að flýta byggingu íbúða sem eru fyrirhugaðar og síðar hluta tímabilsins 2021 til 2025 til þess að mæta væntanlegu þörf árið 2021. Þetta er svona sem ég kalla svona embættismannahjal. Þetta er svona til þess að skauta fram frá öllum allri umræðu, þetta er bara svona, jú, ok, setjum þetta inn. Það vantar sem sagt í þessa stefnumótun hvar ætlum við og hvað ætlum við og hvenær ætlum við að byggja hverja tegund af íbúðum. Böðvar Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, og upplýst bæjarfulltrúa Kristín að ég er ekki að verða embættismaður, það var ekki svo ég viti til. En ástæðan fyrir því að sveitarfélögum gert að setja svona áætlanir er svo að það eru ótrúlega litlar upplýsingar til byggingamarkaðinn á Íslandi. Og Samtök iðnaðarins hafa sagt, þegar þau eru spurð hvað er verið að byggja mikið á húsnæði á Íslandi, þá fara þeir á rúndinn til þess að telja. Það eru einfaldlega ekki til upplýsingar, samræmdar upplýsingar á landinu, hvað er verið að byggja mikið á húsnæði. Hvað eru margar lóðir hvað mörgum lóðum hefur verið úthlutað, hvað eru margar eignir komnar að byggjast í 4 og svo framvegis. Og þess vegna er verið að óska eftir því að öll sveitarfélög vinni í því núna að setja sér svona áætlun sem er verið að setja fram hér fyrir Reykjanesbæ. Annars vegar til 4 ára og hins vegar til 8 ára. Og það sem má segja að sé verið að gera er annars vegar að segja horfið á hvernig þið sjáu fyrir ykkur íbúaþróunina verða. Hvernig má reikna með því að íbúafjölgunin verði eða fækkunin á næsta árum, annars vegar næstu 4 árum og hins vegar næstu 8 árum. Og teljið þessu út hvað eru margar íbúðir í byggingu sem líklegt er að verði tilbúnar eftir 4 ár og eftir 8 ár. Og svo þarf að spegla þetta, er þetta eitthvað sem að passa saman. Þetta er annað. Hitt er sveitarfélög að reyna að gera sér grein fyrir því hvernig er íbúa samsetningin. Erum við með ungt fólk eða eldra fólk? Hvernig má gera ráð fyrir að íbúa aldurssamsetningin verði eftir þessi tímabil? Og hvernig er íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu sem er til og hvað er verið að byggja? Og hvernig speglar þetta saman? Og það sem að til dæmis menn sáu í vinnunni hér þegar þetta var talið saman var að við erum með mjög ungt samfélag sem við auðvitað vissum fyrir, en það sem að við vissum kannski ekki fyrir var að íbúðarhúsnæðið
var samsett algjörlega þveröfugt við íbúa samsetninguna. Það er að segja, það var langstærsti hluti íbúðarhúsnæðisins 150 fermetrar plús, sem að passaði ekki sérstaklega vel við það að vera með mjög ungt samfélag. Þannig að þetta er það sem að menn er að reyna að horfa til, draga saman samræmt inn í Íbúðalánasjóði til þess að menn geti svo sagt fyrir landið í heild hvað er að gerast á byggingamarkaði. Þegar þetta liggur fyrir, þá geta menn farið að setja sér áætlanir. Og ég er algjörlega sammála því sem að Kristín var að nefna hér, að auðvitað þurfa menn að horfa til þess hvar á að byggja næst. Við höfum ekki verið nógu duglega að undirbúa það. Við höfum reyndar, eins og ég hef áður bent á, tekið út íbúðarsvæði í aðalskipulagi. Og það sem við erum auðvitað að koma að stað hér er að við verðum að fara að skipuleggja næstu hverfi, vegna þess að annars lendum við í vandræðum. En þetta plagg er ekki stefnumarkandi plagg. Þetta er til þess að lýsa stöðunni. Það er svo okkar verkefni þegar við förum í að endurskoða aðalskipulagið, eða ekki okkar, ég verð þá hættur, þeirra sem að hér verða eftir kosningar og þegar að menn taka ákvörðun um það að fara í endurskoðun aðalskipulags, þá þurfa menn að setjast yfir það og segja hvað er það sem vantar hjá okkur. Okkur vantar litlar íbúðir, okkur vantar húsnæði fyrir starfsmenn sem hinga að koma tímabundið, hvar ætlum við að byggja, hvernig ætlum við að byggja, hvernig skólahverfin eiga að vera. Það er verkefni sem að Kristinn Jakobsson var að kalla eftir, en það er vinna sem að menn fara í aðalskipulaginu en ekki í húsnæðisáætluninni. Húsnæðisáætluninni er svo, og við verðum að muna það, lifandi plagg. Og það er mjög mikilvægt að menn sé ekki allt of lengi að vinna það, vegna þess að, og sérstaklega ekki í sveitarfélagi eins og okkar sem er í svona gríðarlegri þróun. Við verðum að koma þessu frá okkur til þess að reyna að segja hvernig er staðan núna, en við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að hún getur breyst með hverjum degi. Og til dæmis í dag var Íbúðalánasjóður að kynna mánaðarskýrslu sína leigumarkaðinn og þar kom til dæmis í ljós sem að við þurfum nú væntanlega að leiðrétta hér á milli umræðuna þessa áætlun, að leigumarkaðurinn í Reykjanesbær er ekki bara stór, heldur er hann sá langstærsti á landinu. Það er langstærsti hluti íbúða, leiguíbúðir í Reykjanesbær, hlutfallslega. Þannig að þetta er lifandi plagg, það er eðlilegt að menn fara yfir þetta, það er eðlilegt að það verði komnar inn á milli umræðuna, einhverjar ábendingar sem hugsanlega þarf að gera breytingar. En mikilvægt að koma þessu frá okkur og það er kallað eftir því af hálfu Íbúðalánasjóðs að fá slíkar upplýsingar frá öllum sveitarfélögum í landinu. Kristinn Tónn Jakobsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þetta, fulltrúi Íbúðar. Og það sést, sést mjög með glöggvasa, þetta glöggvasa á þessum kvika markaði, markaði í kafla 5, það sem er mannfjöld og mannfjöldaspár, og það sést bara á dreifingu aldursbila frá 2012 til 2017, að síðustu 2017 og 16 hækka þessar súlur hjá aldrinu 20 til 29, 30 til 39, og 40 til 49. Og þetta er væntanlega, gerir ráð fyrir að séu erlendir verkamenn sem er að flytjast til landsins og vantar húsnæði. Og bara fjölgunin endurspeglar sér í þessu línuriti. Það er kannski allt öðruvísi íbúðir sem að þessi hópur þarf núna, heldur hann að þarf kannski eftir 5-6 ár. Vonandi sest hann hérna að og þar þá ekki á einhverjum einstaklingsíbúðum eða tveggjamanna íbúðum, heldur þarf hann bara hús eða stórum íbúðum, tveggja fyrir krakka og fyrir börnið þeirra og fleiri. Þannig að við þurfum að vera, já eins og ég segi, ég fyllir að sammála því að þetta þarf að vera kvikt skjal og þetta þarf að vera lifandi skjal þar sem að alltaf eru nýjustu upplýsingar fyrir hendi. En ég sakna pólitíkurinnar í að stjórnmála skoðana í þessu. Það er einn punktur hérna málefni fatlaðra.
með byggingu íbúða fyrir falla. Fríðan Einarsson hefur óskað eftir því að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfundur. Ég ætla nú að taka undir allt það sem hann Böðvar sagði hérna áðan. Þetta er lifandi plagg sem þarf að endurnýjast, og á þessum tíma sem við vorum að vinna þessa skýrslu og þessa samantekt sem er mjög ítarleg, það eru mjög ítarleg gögn á bak við þessa skýrslu, að það má kannski segja að það hefði verið að breytast á þeim tíma sem við vorum að vinna skjalið. Og það er líka athyglisvert eins og Böðvar nefndi hérna áðan að með hlutfall leiguíbúða hvað er hátt hjá okkur. Og við vitum það að við fórum illa út úr hruninu og hérna mistu margir eignirnar sínar, og hérna er ótrúlega mikill fjöldi hlutafélaga sem á eignir til leigu, og þekkist nánast ekki neitt sambarlegt á Íslandi. Það er líka að aðalskipulagið er auðvitað stefnumótandi skjal fyrir okkur, og eins og Böðvar nefndi áðan að þá þurfum við að taka það upp á nýju kjörtímabili strax. Við þurfum að breyta, við tókum upp aðalskipulagið á þessu kjörtímabili og gerðum mikla breytingar á því og tókum út íbúðarhúsnæði meðal annars og breyttum skipulagið. Það voru að gera töluverðar breytingar innan skipulagsins. Það sýnir kannski nauðsyn þess, eins og hópurinn ræddi mikið hvað við þurfum að vera lifandi í þessu. Við erum kannski dálítið mikið að bregðast við eftir á. Eitt er athyglisvert, eins og Böðvar nefndi, með stærð íbúða. Þegar byggingamarkaðurinn fer af stað aftur í okkur fyrir 2 árum síðan, að þá sitjum við uppi með mjög mikið af stórum einbýlishúsum sem menn hafa síðan óskað eftir að fá að breyta í tvíbýlishús, sérstaklega í nýjum hverfum inn í Njarðvík. Og þetta sýnir kannski hvað markaðurinn er síkvikur í þessu, hvað hann hefur mikil áhrif á þessa stefnu. Og við erum oft eftir á, því að markaðurinn kallar á og við erum eftir á. En það var verið að reyna að setja niður samkvæmt skipulagi hvað er áætlað tilbúið 2021. Og það er auðvitað kannski lýsandi dæmi hvernig markaðurinn velur hvar á að byggja, hvar eru lausar lóðir, og við Hafnargötunni er gert ráð fyrir 25 íbúðum, Víkurbraut 40, Vatnsnesinu 50, Hlíðarhverfi 320. Auðvitað er þetta ákveðin áætlun sem við erum að leggja fram hvað verði tilbúið. En þetta er náttúrulega engin smá fjöldi sem við erum að tala að íbúðum. Þetta er nánast fordæmalaust að svona gerist, svona hratt. Þannig að ég er ánægður með þessa vinnu sem starfsmenn hafa unnið í þessu, og til það að þetta plagg þurfi fyrst og fremst að vera nokkurs konar stjórntæki heldur en pólitísk. Aðalskipulagið kemur síðan aftur inn á nýja ári, en þetta plagg er til að lýsa stöðunni eins og Böðvar lýsti hérna áðan, og það er kannski það mikilvægasta við þetta að við þurfum eiginlega að vera að vinna í þessu nánast á hverju mánuði til að halda þessu áfram. En enn og aftur að þá held ég að þetta sé mjög gott að þetta sé komið fram. Þetta er mjög fróðlegar upplýsingar fyrir fólk að lesa, hvernig við erum að reyna að rýna inn í framtíðina, hvernig við spáum, og ég velti því stundum fyrir mér að það er mjög erfitt að fyrir sveitarfélag að vinna svona skjal. Það er kannski auðvelt fyrir sveitarfélag sem ekkert er að gerast og lítið þróun, en skapalón var nú ekki til í þessu. Það var engin ein leið sem var kynnt eða sagt að það gera. Heldur er þetta aldrei mikið gert svona heima tilbúið. En ég er mjög ánægður með þessa vinnu sem hér er og vona að þið séu það líka. Takk. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls, en áður en við berum áætlunina til samþykktar þá er lagt til að húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar verði vísað til seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi þann 20. mars. Þeir sem samþykkja það eru beinir með rétt upp hendi. Og það er samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Þeir sem samþykkja, nei, það þarf ekki að samþykkja þetta. Nei, ok. Þá gerum við hlé á fundi þar til á meðan við ritum fundargerð.
539. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 7. mars 2018 kl. 17. Og viðstaddir Árni Sigfússon, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Elínrós Bjarnadóttir, Kristján Jóhannsson, Alexander Ragnarsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Ásbjörn Jónsson staðgengill bæjarstjóra og forseti var Elínrós Bjarnadóttir. Fyrsta mál voru fundargerðir bæjarráðs frá 22. febrúar og 1. mars 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tók Böðvar Jónsson og fundargerðirnar samþykktar 10-0. Annað mál fundargerð velferðarráðs frá 22. febrúar. Forseti gaf orðið laust fundargerðirna og til máls tók Friðjón Einarsson og fundargerðin var samþykkt 11-0. Þriðja máli fundargerð fræðsluráðs frá 23. febrúar. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Alexander Ragnarsson, fundargerðin samþykkt 11-0. Fjórða mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 27. febrúar. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Kristinn Þ. Jakobsson. Tillaga frá Kristni Þ. Jakobssoni að ársskýrsla barnaverndar verði vísað til bæjarráðs 8. mars næstkomandi var það samþykkt 11-0. Fundargerðin var lögð fram. Fimmta máli lögreglusamþykkt sveitarfélaga á Suðurnesjum seinni umræða. Forseti gaf orðið laust lögreglusamþykktina og hún var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. Sjötta máli húsnæðis áætlun Reykjanesbæjar fyrir umræða. Forseti gaf orðið laust áætlunina. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Kristinn Þ. Jakobsson og Böðvar Jónsson. Bæjarstjórn vísar áætlun til fagráða Reykjanesbæjar og til seinni umræðu í bæjarstjórn 20. mars og var það samþykkt 11-0. Þeir sem samþykkja fundargerðina. Fundargerðin samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. En þá 539. fundi bæjarstjórnar slitið.